Komið þið sæl og verið velkomin að símtækjunum. Dagskráin framundan er einstaklega fjölbreytt og skemmtileg. Fyrir þá sem alltaf eru með slökkt á hljóðinu hefjum við dagskrána á táknmálsfréttum. Þá tekum við 3 bíó sem ég var reyndar algjörlega ósammála að ætti að vera á dagskrá. En það tekur auðvitað engin mark á mér. Ég er bara þula, heilalaus rödd sem enginn hlustar á. Góðar stundir. Horfðu á sjónvarpið í gegnum netið, Nova. Gagnamagn og gleði fylgja öllum símum, Nova. Komiði sæl. Japanskir vísindamenn hafa nú náð að fullkomna einfaldan búnað til að leika tónlist á ferðinni. Í þetta undratæki er sett sérstök hljóðsnælda sem getur innihaldið allt að klukkustund af tónlist. Sem leikin er af segulbandi. Til að finna rétta lagið er hægt að spóla ýmist áfram eða aftur á bak. Það krefst mikillar nákvæmni að finna réttan stað, en þolinmæðið þrautir vinnur allar. Til að nýta möguleika tækisins til fullnustu er svo hægt að taka það með sér hvert sem er og njóta tónlistarinnar. Og skapa réttu stemninguna hvar sem er. Í næsta þætti kynnumst við tölvustýrðum þráðlausum símtækjum sem hafa slegið í gegn, eða svo köllum farsímum. Það var ekki fleira í þættinum í kvöld. Verið þið sæl.